skulum við byrja á útflatningnum. Tökum við hér línu. Nú þurfum við að reikna út ummálið á hringnum til þess að vita hvað útflatningur ná að vera langur. Og það í sjálfu sér bara þvermálið hérna. Þvermál sinnum pí er jafnt og ummálið. Og þá athugum við hér með þvermálið. Mér sýnist það sé 25. Þess að radíusin er 25, þannig að þarna þvermálið er 50. 50 millimetrar þvermálið sinnum pí sem er reiknað með 3,14 og þá er það jafnt og 157 millimetrar og þá mælum við hér 157 millimetra, það er hér. Þá erum við komið hér með línu og nú þurfum við að taka hér línu sem að þægilegt er að deila í með. Nú tökum við hér línu sem þægilegt er að deila í með 12. Það er 180 millimetrar. Það er 15 millimetrar á milli og tökum við hér punkta. Það er 15 millimetrar millibili. Þá erum við komið hérna með 12 bíl. Þá færum við þetta upp. Við gerum það bara hér með T-stígunni, svona svipað og við gerðum í grunnteikningu 100. Þá erum við komið með það. Þá athugum við fyrst hvar miðjan er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hérna ætti miðjan að vera. 5, 6. Þá tökum við hér til þess að fá þennan hérna flöt sem er bara hér í toppnum. Þá tökum við hér svona og mælum við hér á bogan. Og kemur hann hér. Þá tökum við hér sirkur áttina og þá getum við sagt að hér er toppurinn, þessi hérna, slittiflöturinn og nú verðum við að færa þessar hérna línur. Hérna yfir. Þar sem þetta skerst hérna við, þar sem þessi hérna lína og þessi lína skera saman, þar færum við þær hér yfir. Það er ætti að vera 6 hérna. Þá er þetta botninn, við skulum bara strika hann hér á milli. Fá hann að bara skýra á línu. Og hérna er hæðin, rétta hæðin, þá förum við upp í sömu hæð hérna. Og síðan þræðum við hér á milli svona.
Þá erum við komið með útflætningin. Förum hér á milli. Og svo hér á milli. Og sama hérna hinum megin. Þetta sami og hér sami og punktu nr. 2. Þessi hérna lína, það þessi hérna. Við getum sagt þetta nr. 1. Þetta nr. 2, sikur megin. Nr. 3. Það sama, þetta nr. 1 hérna. Nr. 2. Nr. 3. 1, 2, 3. Kollakalli 4, 5 og svo 6 hérna uppi. Þá myndin komin.